Hvernig lítur þetta út? Þetta flott. Ok, glæsilegt. Góðan dag. Fyrir hönd okkar Lilju vil ég þakka fyrir tækifærið til þess að kynna þetta verkefni fyrir ykkur sem við hjá Náttúrustofu Austurlands og Suðausturlands höfum verið að vinna og heitir Náttúruvernd og efling byggða. Og fyrst bara örstutt bakgrunn verkefnisins. Það liður í aðgerðaáætlun byggðaáætlunar 2018 til 2024, nánar tiltekið liður C9. Og rannsóknir hafa sýnt að náttúruvernd getur stuðlað að eflingu byggða og í aðgerðalýsingunni kemur meðal annars fram að markmiðið með þessu verkefni er að greina tækifæri í héraði af nýtingu náttúruverndarsvæða, svo sem í ferðaþjónustu. Og árangurinn er meðal annars hægt að meta í fjölda fyrirtækja í náttúrutengdri ferðaþjónustu, svo áherslur verkefnisins eru svona af hagrænum toga. Sambönd sveitarfélaga á Austurlandi og Suðausturlandi gerðu samning við umhverfis- og auðlindaráðuneytið verkefnið og óskuðu í kjölfarið eftir því að náttúrustofur þessara landshluta myndu vinna það og svo vinna fór af stað í nóvember 2019. Verkefnið skiptist í 3 verkhluta og gefnar hafa verið út skýrslur eftir því sem hver verkhluti klárast og hér sjáum við dæmi forsíður úr fyrsta verkhluta. Og þessar skýrslur eru aðgengilegar á síðum stofana og mig langar bara að nefna að bara það að gefa út skýrslur sem að taka saman hvað það sem svona frábært við þessi svæði. Það getur klárlega nýst sem góður bakgrunnur við vinnu við friðlýsingar og náttúrustofur einmitt alveg tilvaldar til þess að vinna svoleiðis vinnu á sínum starfssvæðum. Og verkhluti 1, val og lýsing svæða, var ekki alveg sambærilegur milli landshluta að því leyti að þegar við tókum við verkefninu hér fyrir austan, þá var búið að velja svæði, svo í okkar tilviki þá vorum við bara að lýsa þeim. Og þetta voru Útsérað, Gerpisvæðið og síðan 3 aðskilin svæði í nágrenni Djúpavogs. Og það er kannski best að ég taki fram að í þessu verkefni er einungis hugmyndavinnu að ræða og ekki verið að leggja til friðlýsingu akkúrat þessara svæða, heldur að kanna mögulega hagræn áhrif ef til friðlýsingar kæmi. En reyndar Gerpisvæðið og hluti Úthéraðs nú þegar komið í friðlýsingarferli. Mörkin eru reyndar ekki eins og þau eru hér í þessu verkefni, en það hefur ekki áhrif á niðurstöðurnar. Og nú ég ætla ekki að taka tíma í að lýsa svæðunum, myndir segja hvað sem meira en 1000 orð, en við kannski njótum þeirra í smá stund því að næst förum við síðan yfir í hagrænu sviðsmyndirnar. Í verkhluta 2. Og hagræn áhrif friðlýstasvæða hafa verið greind víðs vegar heim og hér á landi hefur Jökkasildanin aðallega séð svoleiðis greiningar sem á til dæmis finna í þessari skýrslu Hagfræðistofnunar. Og það skemmst frá því að segja að á þeim svæðum sem þetta hefur verið greint, til dæmis þessum hér sem tekið voru fyrir í skýrslunni, þá hafa efnahagsleg áhrif verið mjög mikil og hlutfall áhrifa á móti kostnaði há. Þannig að þessi svæði standa vel undir sér. En til þess að vinna svona greiningar er alveg nauðsynlegt að hafa nákvæmar upplýsingar bæði fjölda gesta og útgjöld þeirra. En í C9 verkefninu þá höfðum við hvorugt, svo að Jukka var svo almennilegur að þróa sérstakt almennt líkan fyrir þetta verkefni. Og hér sjáum við hagræn áhrif og fjölda starfa miðað við fjölda gesta í því líkani og þetta eru varlega áætlaðar tölur. Það er ekki gert ráð fyrir miklum útgjöldum á hvern ferðamann. Og síðan var lítið annað að gera en að áætla gróflega hversu margir koma á þessi svæði í dæmigerðu ári, það er ekki COVID ári, en við reyndum að hafa þær ágiskanir eins vel rökstuddar og hægt var. Og það var talsverður munur milli svæðanna á Austurlandi, sum eru aðgengileg og í alfarleið
á meðan önnur eru torfær botnlangi. En þetta var allt sett fram með miklum fyrirvörum. Það er að segja að við erum með eitt almennt líkan fyrir mjög ólík svæði, engar nákvæmar tölur fjölda gesta og svo er ferðaþjónustan náttúrulega ófyrirsjáanleg. En ef við ætlum á annað borð að spá fyrir framtíðina, þá verðum við alltaf að gefa okkur einhverjar forsendur. Svo þetta líkan og þessar upplýsingar voru síðan notaðar sem grunnur fyrir verkhluta 3 sem að Lilja ætlar að segja ykkur frá. Svo ég þakka fyrir mig og afdeili skjánum mínum ef ég get. Er þetta komið? Nei, það sést ekkert. Jú, kemur. Lilja, þú ert mute. Þetta var fyrir sig að þetta myndi fara allt til fjandans. Af hverju viltu ekki virka skrín 2? Ok, sjáu þið núna? Já, verkhluti 2, hagrænar sviðsmyndir. Ok, það var svolítið. Já, komið sæl, afsakið þetta. Ég ætlaði sem sagt að segja ykkur frá síðasta verkhlutanum í verkefninu, en sá verkhluti snerist sem sagt sóknarfæri og þróun svæðanna sem við vorum að taka fyrir. Og í þeim verkþætti var lögð áhersla á að fá þátttöku heimafólks og þar með talið fyrirtækja og yfirvalda í vinnustofum sem voru haldnar mögulega þróun svæðanna. Og það var haldin sem sagt við sem sagt á Náttúrustofu Suðausturlands tókum fyrir 2 svæði, tókum fyrir Skarðsfjörð og Núpsstaðaskóga og héldum sem sagt sitthvort fundinn fyrir hvort svæði. Áður en við byrjuðum eiginlegu vinnustofurnar þá héldum við sem sagt 3 erindi til að svona set the scene fyrir vinnuna sem framhaldið var og við fengum sem sagt Þorvar Árnason hjá Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Höfn til að halda erindi og hann sagði svona, hann talaði náttúruvernd og eflingu byggða og var svona að leita að samnefnara. Og svo fengum við Ingibjörgu Mörtu Bjarnadóttur hjá Umhverfisstofnun til að segja okkur aðeins frá framkvæmdaáætlunum, sem sagt B-hluta náttúruminjaskrár og fara í ferlið og þannig að fólk hefði svona dýpri skilning á hvernig friðlýsingarferlið væri. Og svo var 3. erindi var sem sagt frá Náttúrustofunni þar sem við rauninni kynntum bara viðkomandi svæði og verkefni sjálft. Svo í vinnustofunum þá skiptum við fólk í hópa og fólk var svona að svara ákveðnum spurningum og við notuðum sem sagt sviðsmyndirnar úr verkhluta 2 til að þróa spurningarnar og þetta er þess að sviðsmyndirnar sem við notuðum og þetta eru bara svona mjög grófar sviðsmyndir og ef við fyrir bara hratt í gegnum þetta þá er sviðsmynd 1 og 2 þá er ekki búið að friðlýsa svæðið og í sviðsmynd 1 þá er ástandi bara eins og það er búið að vera og helst bara áfram þannig. En í sviðsmynd 2 þá verður eitthvað svona bíberáhrif og þá verður svona óvænt eða tilviljunarkennd fjölgun gesta. En svo í sviðsmynd 3 og 4 þá er búið að friðlýsa svæðið og í sviðsmynd 3 þá var svæðið bara friðlýst til að vernda það og það verður engin eiginleg fjölgun gesta. En í 4 þá er lagt í svona kynningu á svæðinu og það leiðir af sér fjölgun gesta. Og svo það þessar spurningar sem við lögðum fyrir fólkið. Þá vorum við að leitast eftir því hvort að fólk geti séð eitthvað jákvætt eða tækifæri fólki í núverandi ástandi, sem sagt að svæðið sé ófriðlýst og á sama hátt hvaða hluti eða ógnir það myndi sjá. Svo spurðum við í rauninni bara það sama, þannig að svæðið sé friðlýst, hvort það sé jákvætt eða tækifæri því og neikvætt eða ógnir. Svo leituðum við líka eftir hvort að fólk geti svona sagt okkur aðeins frá sinni framtíðarsýn fyrir þessi tilteknu svæði.
Ég ætla nú ekki að fara neitt ítarlega í þetta, ég hef ekki langan tíma, en ég ætla bara að segja ykkur hérna nokkra svona punkta sem komu út úr Skarðsfjarðarfundinum. Eins og búast mátti við voru skiptar skoðanir friðlýsingu, þó nokkrir fundagestir hefðu áhyggjur af skerðingu á nýtingu, nokkrir voru þeirri línu að svæðið átti að fara í friði, en svo voru aðrir sem vildu byggja upp, sérstaklega þá fyrir gesti. Svo var komið á mikilvægi þess fyrir sjálfsmynd íbúa að svæðið sé friðað og það væri svona þá fólkið í því ákveðið stolt og ánægja sem lægi í friðlýsingunni. Og einnig var mikið talað mikilvægi samráðs við íbúa og hagaðila í friðlýsingarferlinu. Og bara lærdómur sem að draga frá vinnustofunum, svona eins og við upplifum það allavega. Það er náttúrulega mjög gagnlegt að fram mismunandi sjónarmið ólíkra aðila, það gefur miklu betri sýn á hvað við erum að eiga í friðlýsingum. Það kom í ljós mjög svona almenn vanþekking á ferli friðlýsinga. Fundagestir þekktu lítið til þess og fólk hafði svona margar spurningar og virtist jafnvel óttast friðlýsingaferlið. Og í kjölfarið kom fram þessi ósk að það væri opnara og fólk hefði meiri aðkoma að því. Og í rauninni teljum við að þessi fundir gætu verið í rauninni svona lýðræðislegt framfara skref. En já, bara til að enda þetta, þá ætla ég að grípa niður í skýrsluna úr verkhluta 3. En þar segir að niðurstöður verkefnisins náttúruvernd og efling byggða sýna hvernig stofnun í heimabyggð, til dæmis eins og náttúrustofur, geta þjónað sem hlutlist tengiliður á milli hagaðila og stjórnsýslunnar. Þannig færist þáttakan og ábyrgðin meira svona heim í hérað og við teljum líklegt að íbúar svæðisins séu líklegri til að bera kannski meira traust til stofnunar sem það þekkir. Já, þetta var nú svona það sem okkur langaði að segja ykkur þetta verkefni og við bara þökkum kærlega fyrir það.